Einu sinni ferðuðust tveir munkar, Thompson og Egidó, saman. Heilugheit þeirra þýddu að þeir máttu ekki snerta konur, regla sem þeir fylgdu alltaf. Þegar mikil rigning féll komu þeir að drullugum vegi. Þar stóð falleg ung kona, ófær að komast yfir einn og leit áhyggjufull út. Á norð lyfti Thompson henni upp og bar hana yfir djúpu drulluna. Hann setti hana varlega á þurra stíginn hinum megin. Egidó horfði á brugðið og þöggull meðan Thompson hélt áfram ferð þeirra. Í marga klukkutíma gat Egidó ekki talað, hugur hans fullur af reiði og spurningum. Hann hugsaði rofinheit Thompsons að spila atburðarásina aftur og aftur. Hjarta hans var þungt af dómgreind og pirringi gagnvart vini sínum. Loksins, þegar kvöldið nálgaðist, gat Egidó ekki haldið aftur af sér lengur. Af hverju barðir þú þessa konu, gargaði hann, rödd hans hvasst. Við erum munkar, það er bannað. Thompson leit á vin sinn með blíðu brosi á andlitinu. Ég setti konuna niður fyrir nokkrum klukkutímum, sagði hann rólega. Berðu hana en Egidó. Egidó var orðlaus. Hann áttaði sig á því að Thompson hafði sleppt augnablikinu strax án nokkura eftirlíkjandi hugsunar. En Egidó hafði haldið fast í það, borið byrði eigin reiði og dómgreind allan daginn. Þessi öfluga saga minnir okkur á, haltu ekki fast í fortíðina, slepptu henni. Morgundagurinn færir ný tækifæri og nýjar byrjanir ef þú losar þig við byrðar gærdagsins. Ef djúp viska Thompsons hefur veitt þér innblástur, gerðu áskrifandi að Íselandi hefur fyrir fleiri góðsagnakendar sögur. Líkaðu við ef þú munt beita þessari leksíu í dag og skrifaðu athugasemd hvaða fræga sögu við eigum að deila næst.